Góðan daginn, áhorfendur góðir og verið hjartanlega velkomnir á skjánum. Við biðjumst velvirðingar á tæknilegum vandamálum. Það eru 15 mínútur slétt búnar á leiknum. Staðan er 8-5 fyrir K.A. Þór og K.A. Þór leikur einum færri þessar sekúndurnar. Önnur brottur sem K.A. Þór fekk í leiknum, Marta fekk fyrstu og Katrín fekk aðra. Hér eru það F-áingar sem minnka munin í 8-6. Við erum að koma okkur fyrir hérna. Pétur Heiðar, tæknimaður, er búinn að vera rúmlega sveittur, hann svitnar mikið yfir þessu vandamáli, en við erum konur í lag. Það er mjög gott. Eins og ég sagði, þá er þetta leikur K.A. Þór og F.A. Fyrsti leikur í umspili. Hér er Katrín Viljámsdóttir og frábær finta hjá Kötu. Og Kata kemur okkur í 3 marka mun og nýjan leik, 9-6. F.A. still upp í sókn. Þeir sem eru innan fyrir F.A. núna er í vinstra horninu Ingibjörg Pálmadóttir. Fanney Þóra Þórsdóttir er í vinstri skyttu, Hildur Marín Andrésdóttir í hægri skyttu, Laufey Lára Höskuldsdóttir í hægri skyttu fyrirgjöf, Hildur Marín er á miðjunni og Diljá Sigurðardóttir er hægra hornið og Ardís Sara Þórsdóttir á línumaður. Hér er misjöfnur sending, K.A. Þór vinnur boltan, Steinur kemur hann með Ásdísi, Ásdís yfir á Köru og Kara er komin í gegn og hún skorar stöngin inn. 10-6 og 2 minna brottvísun á Hildi Marín Andrésdóttir fyrir að brjóta á Steinunni í aðdraganda hraðaflupsins. Dómarar leiksins í dag eru þeir Svavar Ólafur Pétursson og Bjarki Bóasson og viti menn, við höfum ekki fengið einn einasta eftirlitsmann í vetur, í dag fáum við 2. Það er Kristján Sissi Halldórsson og Jóhann G. Jóhannsson. Við F.A. still upp í sókn, 4 mörkum undir og leikmanni færri. Nú kemur Laufey á miðuna. Laufey er náttúrulega uppalinn hjá okkur í K.A. Þór. Hörkuflinkur handboltamaður og hún sendir hann hérna yfir á Birnu sem er í vinstri skyttunni. Það skiptur stöður Laufey, Birna reyðir til línusendingunni, K.A. Þór-stelpunnar eru þéttar í vörðinni. Laufey fær hann fyrir utan. Hótarskotið, og hendi komin upp og dæmt skref á Birnu og getum við sótt rætt. Marta og Ásdís. Ásdís yfir á Kötu. Kata finta sig í gegn, saman finta á hann, en nú ná F.A. að stoppa þetta. Og þetta var engin önnur en Marta Hermannsdóttir að skora sínum einlæga sigur, 11-6. Og þá stilla F.A. Ég býst velvirðingar ef ég er að detta út hérna. Ég er að reyna að koma skilaboðum á Facebook og Twitter að útsendingi sé komin í lag. Þið með endilega deila og líka við þær fæslur. Og hér er það Laufey og hún reynir að fara í gegn, en það er brotið og Sunna grípur boltann, hún var fríkast. Þá er það F.A. Laufey, einum færri en þá, taka sér góðan tíma í sóknarleikinn. Laufey dribblar af vörðinni, reynir að brjóta sig gegn og gerir það og skorar í stöng og inn. Þetta var virkilega gert hjá Laufey. Finta sig í gegn 2-3 heimastelpur þarna og fór auðveldið í gegn. Og þá koma K.A. Þór, ennþá einum fleiri. Aldís að gera á, Aldís í gegn og þetta er vítakast. Og einhverjir glöggir áhorfendur vildu fá 2 mínútur en Bjarki og Svavar vissir í sinni sök og ekkert þrautað. Marta fer á punktinn, ótrúlegt er satt. Þá er hún búinn að klúðra einu víti í dag. Það hefur ekki gerst síðan, já, elstu menn muna og hérna kemur mark. Marta sannur fyrirliði og sannur leiðtogi, hún fer bara aftur á punktinn. Kvittar fyrir það að hafa klúðrað síðast. Og þá eru jafn margir leikmenn inn á í liðunum. Laufey og þá tekur Róland Ratse sem skartar þessu glæsilega Díadóra vesti yfir F.A.-treyjuna. Leikliga. Staðan 12-7, 19 mínútur búnur að leiknum. Það er gaman að segja frá því að Róland og hún Silja Rós, starfsmaður B hjá F.A. voru vinsamlega beðin að vera ekki svörtu á bekknum því að K.A. Þór leikur í svörtum búningum. Og Róland var ekki með neitt annað en svarta klænað. Hann var bara í svartri peysu og svörtum vattarspól. Einkennis lítið þjálfar F.A. og utan yfir galla. Þannig að Dr. Petar fann handunum nýþvegin skærgul Díadóra vesti og skarta þeim hér í dag.
Þorvaldur Þorvaldsson stýrir liði K.A. Þór í dag. Leikurinn hefur á nýja leik. Hildur Marín á miðinni. Fanney Þóra kom inn fyrir utan og þá hún í vinstra hótun Ingibjörg sem fyrr. Laufey hægra megin. Hér kemur Hildur. Hún náttúrulega akkurungu líka. Fanney aftur. Laufey reynir að fara, gefur út í hægra hótnið. Hún fyrir í gegn og Sunna ver. Frábærlega ver varið á Sunnu. Sunna búin að vera mjög góð. Hér kemur Aldís. Hún sækir hratt á. Kata í gegn og hún skorar. Ekki mikil vörðsata í fengunum og Katrín nýtir sér það. Smeygir sig gennum glufu af á vörðinni. Valdi segir stelpunum að slaka ekki á. Staðan 13-7. K.A. Þór í vil. 10 mínútur eftir að fyrri hálfleik. F-fáingar, Laufey, Fanney, Hildur Marín og Fanney. Hún sækir á reyna að finna línusetningunum, gengur ekki. Sunna, hún getur kastað langt, hendur á stutt og Aldísi, Aldís fram á Kötu. Kata, út í hornið á Köru, Kara með gott færi. En frábærlega vel varið hjá markmann F-fáinga, Sara Dís Davíðsdóttir. Hún hefur verið betri en engin þetta, það er engin spurning. Búin að byrja vel. Það koma F-fáingar. F-fáingar hafa tekið sér góðan tími í sína sóknir. Það hafa verið meira í sókn en K.A. Þór í leiknum. K.A. Þór hefur verið að keyra undir hraðaplöfin. Þá er það Fanney og Hildur. Ingibjörg sækir á, Kara eftir hann alveg. Fanney, Hildur út í hornið á Ingibjörgu sem reynir að finta aftur. Þetta er einhæft, hendi komin upp, Fanney upp og þetta er yfirmarkið. Svavar, Ólafur Pétursson og Bjarki Bósson gefa F-fáingum engan auka tími í sókninni. Sóknarleikurinn er pínu hægur hjá þeim og hendinn þar alveg fljótt að koma á loft. Við sjáum að Erla Hleiður Tryggvadóttir er komin á línan fyrir Ásdísi. Ásdís búin að vera mjög góð upphæðu leiksins. Búin að taka 2 fráköst og fiska víti og skora sjálf. Kara og Steinun er í sikkur á horninu og Marta og Kata fyrir utan, Aldís á miðinni. Hér kemur Steinun. Hún horfir á Kötu, leysir síðan inn. Aldís gegn Laufey og Marta og Kata fer í gegn og fær ruðningnefndan á sig. Sennilega réttur dómur. Hann liggur eftir hérna Fanney, fekk smá högg á hnið. Haldrar út af, eða hvað? Nei, haldrar bara í sóknina, þetta er alveg nagli. Nei, haldrar út af. Og inn á kemur hún Birna, Íris Helgadóttir. Það er að Hildur sem stýrir spili F-fáinga. Staðan er þá 13-7. Kemur Hildur, klippir línumanninn og síðan kemur Laufey í ógnina, við veitum að Laufey getur skotið. Birna, klaufalegt, finnur Hildi hins vegar hægra megin og Laufey aftur. Laufey hótar skotið, kemur í árás. Birna aftur og Erla brýtur frá henni, fá að stoppa þetta. Mér sýndir Svavar að vera að setja hendin upp þegar, já, hérna kemur hendin. Konar 2 sendingar, 3, nú leysir Ingibjörg inn, 4 og Laufey með frábæra skotfindu en K.A. Þór vörnin virkilega vel vakkandi fyrir þessa línusendingu. Hendin ennþá inni, það eru konar 5 sendingar. 4 reynda að gefa Bjarki merkingum og hér kemur sendingin Birna upp í loft og þetta er vörnin, tekur þetta, hoppkast dæmt. Hér kemur sendingin út og Kata næst í stila þessu Laufey, hún verður að skjóta, hún gerir það og þetta er yfir. Laufey út á dúra nónametrónum, einhverjum 14 metrum. Hér kemur Kata, kemur seinni bylgjan á K.A. Þór, þær spila hana einstaklega vel. Aldís, Marta halda pressun á vörðinni að fá. Kata í gegn, út í hornið, Bjarki ætlaði þetta með running, hætti við. Og Steinun róa niður og K.A. stillir upp í sína hefðbundnu sókn. Og hér er það Marta og Aldís, Kata, Aldís aftur. Aldís sækir á milli Tristan í vörðinni hjá þeim og fær dæmt sér skref, hárrétt. Og Hildur Marín með langa sendingu fram á Ingibjörgu. Ingibjörg nær úr þessu, já hún nær að halda minna og kemst ekki í gegn og Kara brýtur. Þetta hefði kannski verið tilvalið að brjóta ekki og Ingibjörg hafði ekkert marga. Ingibjörg var langt fyrst fram og hafði ekkert marga til að senda á. Hér er það Birna, hún er það strax komið árás, finnur línumanninn og hún skorar. Ardís Sara Þórsdóttir.
Þetta var einfalt og vel gert hjá F-fáingum. 13-8. Langt sé að K.A. Þór á að skora mark og þá er það leikhlé sem Þorvaldur Afi Þorvaldsson tekur. Og þá er það tónlistarspilarinn og mikrofóninn okkar, röddinn eins og hann kallaður, Gussi. Hann er með íslenskt þema í dag og hann hendur á Mýrdalssand. Ég og Baldur myndatökumaður höfum mjög gaman að því. Valdi sennilega tekur þetta leikli því að vörnin hefur verið góð en sóknin ekki nægilega beitt. Mátt erfiðleikum með að skora. Þrettán 8 staðan sem fyrr. 23 mínútur og 44 sekúndur liðnar af fyrri hálfleik. 6 mínútur til leikhlés. Fyrir þá sem er að koma á skjánum núna þá vorum við tæknilega vandamálastríði hérna fyrsta korterið og við mistum fyrsta korterinu. En það kom í lag stöðugs í Pétur Kristjánssoni tæknimanni og Ágústi Stefánssoni símatæknimanni. En leikliðið hefur runnið sitt skeið og Bjarki Bóðarsson gerir sig kláran í að flauta leikinn eftir á. Gunnar Erdir, hann þarf að stoppa Mýrdalssand hérna rétt bráðum. Og hér er leikurinn farin af stað. 13-8 fyrir K.A. Þór í þessum fyrsta umspilsleik K.A. og F.A. lausætt hjólastildinni. Arta, Aldís, Kara leysir inn og hér kemur Aldís Ásta. Hún horfur á vörðinu með 2 línumenn með sér, hún er flink. Kemur Aldís, sækir á, býr til pláss fyrir Kötu. Kata yfir á Steinunni og Steinunn fintar þessi getur gegn þessu gamla félagi. En vel varið og Steinunn fær vítakast sem að F.A.ingar kannski ekki alveg pass átti við. Þó ég sé ekki góður að lesa varir, það var ekkert ólíkt að róla þess að blett við þessu. En Marta fer á punktinn og Sara Dís til varnar. Og Marta skorar. Stöngin inn, óverjandi. Bláhornið. Og hér eru F-fáingar sem leggja staði í sína sókn. Hefðbundur uppstillinga þeim. Laufey, Hildur Marín, Birna og Hildur. Línumaðurinn kemur út, Arndís. Og Laufey sækir á, klippir síðan við Birnu. Birna leitar línusendingunni, blekkir bæði línumanninn sín og alla K.A. Þór vörðina. Og opnast risastór glufa sem hún nýtir sér og skorar. 14-9 staðan. Marta sækir á í seinni bylgjunni. Aldís, Marta. Hér er komin inn á hægri skiptunni á K.A. Þór Ólöf Marín Hlindsdóttir. Kolbrún Gíja Einarsdóttir ekki með K.A. Þór í dag, hún er meidd. Ára Ólöf Marín og Aldís. Ólöf unga árum. Fætt held ég árið 2000. Hér er það Erla Hleiður, kemur út af línunni. Marta á rás. Ólöf, hún er frábæra núleik, getur skotið vel. Við erum Aldís að finna sér í gegn. Fríkast dæmt. Laufey og Aldís hafa nokkur sinnum tekist á æfingum hjá K.A. Þór mitt í fyrra og árunni þar á undan. Þekkjast vel. Og þá er það hending komin upp. Þetta er í samræði við það sem hefur verið að gerast í leiknum. Ólöf, hún verður að fara á þetta sjálf bara að gera þá hörku skot í stöngina. En Laufey er frákastinu og F.A.ingar brunn í sókn. Birna, Hildur, Laufey og Birna fyrir upp. Og þessi fyrir undir Sunnu. 14-10 staðan. Vel gert hjá Birnu Íris Helgadóttur. Sunna var í boltanum en Birna sett hana sem markmiðið er að vera í gólfið undir hana. Já, stillir K.A. upp í sókn. K.A. Þór. Aldís og Ólöf. Ólöf með senduginn yfir á Mörtu. Þeir eru aggressívar í vörðinu núna F-fáingarnir. Aldís með Erlu með sér. Marta með skot, þetta framhjá. Og þá koma F-fáingarnir rætt. Hildur Marín lítur upp, finnur Laufey hægra megin. Og Hildur yfir á Fanney sem kemur inn. Og þá róaði niður, Laufey róaði niður. Birna sem er búin að skora núna fyrir þær, 2 góð mörk. Sett á bekkinn og inn á kemur Fanney Þóra Þórsdóttir. Fanney og Hildur. Ardís kemur út af línunni. Laufey, hún fyrir upp í skot og þetta er mark. 14-11. Marta, K.A. Þór kom í sókn núna. 3 mínútur eftir af fyrir hálfleik. Marta Hermannsdóttir, Aldís Ásta, fyrir gegn
og skorar með 2 í sér og Róland gefur sínu stelpur í vörðinni bendingu, stoppa hendina stelpur, stoppa hendina. Lykilatriði þegar að spila vörður að stoppa skotindina. Heimir Árnason, aðstoðarþjálfari Þorvaldar í dag, biður 1 fríkast, 1 fríkast stelpur. Inn á komin í vörð K.A. Þór, Þóra Björk Stefansdóttir frá Fagraskógi. Systir tveggja frábæra handboltakappa þeirra Magnús Ára Hákons Stefánssona. Fagraskógarættin hefur heldur betur leikið fjallinda hérna í K.A. fram og tilbaka og hún nær hérna sinni fyrstu stoppi og sinni fyrsta gula spjaldi. Svavar vill meina hún hafi tósað heldur hressilega í peysuna. F.A. leikur í Adidas og þetta rifnaði ekki, þetta er gott í þessu Adidas-efni. Laufey setur upp í kerfi, skipar línumanninu fyrir, línumanninu á milli Þristana, milli Mörtu og Aldísar. Hér kemur Laufey á rás, sækir Fanneyju, Fanney lendir bara á vegg á Mörtu og Marta fyrst fá hérna högg í kinnina eða putt í augað. Og hún til lagi með hana. Marta Hermannsdóttir tannlæknir, fyrir að sem ekki þekka til, frábær tannlæknir mæli með henni. Hendi komin upp strax hjá Bjarka og Svavari, þeir eru ekki að gefa neina miskur inn í sókninni og Erdal er mjög náttúrulega að stila þessu bolta, Hildumæri nær honum eins og þar og með undirhanda skot og skorar. Ég er ekki frá því að Erla hafi náttúrulega bara verið komið með þennan í hendurnar en Hildumæri snögga átta sig, stal hún tilbaka og skoraði. Marta fyrir árás með Erlu með sér og dæmt lín á Erlu leiði. 15-12 mínúta eftir rétt rúma fyrir áleik. F.A.ingarnir taka sér góðan tími í þetta en Bjarki og Svavar hafa verið mjög samkvæmir sjálfu sig með að setja hendinu upp. Þannig að við mögum búast við að þeirna fá ekki að klára leikinn í sókn. Að K.A. Þór fá eina sókn í viðbóti fyrir áleik. Hér kemur innleysi ekki að fá. Laufey, búin að vera flott í dag. Fanney, finnur Hildumærin inn að hægra megin. Og Fanney, Hildumærin. Ekkert að gerast, Hildumærin með línusendingu og Ardísi frábær sending, Ardísi nær ekki til hans. Sunna hætti við löngu sendinguna fram og ein sókn segir Valdi þjálfari. Still upp í eina sókn. 30 sekundur. Aldís, Marta, Aldís. Hvað kerfi eftir stelpunar sér típi núna, kemur Júkafæsla. Marta. Það eru aggressífa núna að koma að sækja fram alveg, nóg pláss á bakvið fyrir Erlu, Marta í árás, finnur Ólafur sem ætlar í gegn, fær fríkast, 8 sekundur, snögg að taka það og það er taka á vitlausu stað og við það rennum væntanlega leiktíminn út, eða hvað, Marta er skoti og það er framhjá. 15-12 staðan í hálfleik, við tökum okkur tíminn að pásu og mætum brakandi fest með spennandi seinni hálfleik, hörkuleikur framöndan í fullu húsi inn í K.A. Mjúktar þú mig eða ég? Og ég mjúta mig.
klárlega á skjánum aftur áhorfendur góðir. Við erum hér í fyrstu sókn leiksins í síðari hálfleik og K.A. Þór tapaði boltanum. Ingibjörg fyrir hraðaplaup og skorar 15-13. Gussi, ekki? Já, 15-13 staðan. K.A. Þór byrjaði með boltan en Aldís fekk dæmt á sig fót. Og lítið við því að segja, hér kemur ástýr út af línunni, Marta yfir á Kötu, Kata í gegn, hætti við, finnur Söndri hægra horninu, Sandra aftur á Kötu og Kata róan niður, dæmt lína á Kötu sem fór hún í tegin og ekki styrstuleg út. Og F-fangar fættir í sókn, Hildumarinn, Laufey og Birna fyrir utan. Sem fyrr Arndísin á línu, hér kemur Birna og Hildur á Laufey, Laufey hætti við að fara í gegn eða hvað. Kemur í árás Ásdís, Ásdís brýtur, kemur Sandra út og brýtur, boltinn í hótt á Ingibjörgu og fríkast dæmt. Þarna hefði verið sniðugt að vera ekki mikið að brjóta heldur, Ingibjörg hafði ekki marga valmöguleika. En F-fangar geta minnka muninn í 1 mark. Hér kemur Birna inn á línu og Arndís grípur þennan og fær vítakast því að hún var lent þegar hún kom skot á markið. Og vítið dæmt, hárrétt dómur. Það kemur Fanney til að taka vítið. Sunna ansinn átti að vera þennan. En Fanney skorar og staðan 15-14. Og K.A. Þór, Aldís, sækir á og slappinn í gegn og setur boltan beint í andlitið á henni Söru í markinu, biður hann afsökunar en fekk vítakastið. Enda ríkhaldi í hérna, jafnvel hefði verið hægt að réttlæta 2 mínútna brottvísun en svo var ekki. Marta fippar skemmtilega gert. Marta er full af klækjabröðum og þetta var eitt þeirra. Og hér kom F-fangar, Sara setti boltan niður í miðuna. Enda svo sem sennilega hálf vöngu eftir skot fyrir Aldís í munnin á hann. Bjarki eins og það setur hendin ekki upp eins og oft er síður þegar boltin fyrir í miðuna. Það eru Laufey og Hildur og Birna. Hildur, Laufey. Kemur árásur frá Birni, hún stekkur upp, hún með skot, sér Sunna náttúrulega grípur og Sunna með langa setningu fram. Nei! Laufey snögg að grípa inn í og Birna fær hann hérna fyrir utan en fríkast aðeins, Sandra náði brjóta þennu þessi sóknar bak aftur. F-fangar með press á K.A. Þórvörðinni en lítið að glufu núna, Laufey. Nú er hendur komin upp, Hildumarinn með skot yfir hausinn á Kötu, þetta eru stöng og framhjá. Sunna Guðrún kastar boltanum með leik, kemur seinni bylgjan, Kata. Marta segir hann að fara í árás, Fanney, Katrín í frábæri feintu og með skot út frá hendinni, kloppi og mark. Það má ekki gleyma því að þetta er náttúrulega umspilsleikur og hér er leikið til þrautar, verið jafnt eftir 60 mínútur, fáum við framlengingu 2-5 og sé jafnt eftir 2-5 að það var aftur framlengt 2-5 og ef það er jafnt eftir það er vítakastkeppni. Persónulega sakna ég gamla góða bráðabalans þegar skipti öllu að vinna dómaruppkastið. Þetta er skot hjá Birnu sem fer yfir og K.A. Þór getur komið mununum í 4 mörk. 17-14, það er stutt á milli í þessu. Katrín, Marta, Aldís gegn Laufey, það er mikið barðin á línu í Ásdísi og innkast sem K.A. Þór á. K.A. Þór í sókn.
Aldís. Og hún í gegn og skorar og hérna glæsilega gert hjá Aldísi. Hér F-fáingar að koma í sókn. Hér Birna og Laufey og Birna aftur með svo frábærlega gert hjá Steinunni, komst inn í þessu sendingu og hottkast sem F-fáingar eiga. Og Birna fær hann hérna, verður lífsendingu Ardís, þetta voru stelpundar svoandi vörðinni, Sunna ver og Svavar Óla Pétursson dæmir ekki. Og því þetta sók sem K.A. Þór hefja núna. Kata, Aldís, Marta að fara í árásarna, heldur pressun á þeim, Aldís lendir pínu á vegg og fær fríkast fyrir litasakir að mínum mati. Kata og Aldís í miðjunni, Marta hann setja upp í kerfi, Ásdís hérna milli tvist og þrist, Sandra leysir inn, fætti andur sér línu og var ekki sátt við þetta, enda fekk hún hana smá hrindingu inn í teginn. Bjarki gat nú lítið hana gert en að dæma línu, hún hljóp nátt inn í teginn en Sandra vildi nú meina að henni hefði verið hrind og ekki það ósækjað matcha henni. Ardís kemur út til að taka fríkastið, Hildumærin setur upp í kerfi. Hildumærin Andrisdóttir, dóttir Andris Bakkara. Hér kemur Júkafærsla hjá þeim, Laufey og Birna. Laufey með skott á gólfinu sem að vörðin tekur og Sunna tekur líka. Aldís fann enga til að senda á þann, þetta hægja á sér. F-fáingar ná að stilla upp í sína vörð. 18-14 í staðan. Marta á Aldísi. Stelpundar hafa enn ekki tapað heimaleik í vetur og ég hef bara trúið því að það verði bara úthald í allan vetur. Marta með skott á gólfinu sem Sara ver. Sandra tekur frákastið en fætti enda sér fót og F-fáingar ætli í sókn. Kemur löngsending fram á Ingibjörgu sem sækir á, brotið henni og hún fær vítakast. Sunna varði vel hins vegar. Fanny á punktinu gegn Sunnu. Sunna var mjög náttúrulega að verja aðan, hvað gerur hún núna? Fanny setur henni í sama horn og skorar örugt. Kemur K.A. Þór. Steinun á Mörtu, Marta á Aldísi og Aldís. Marta inn á línuna, Ásdís gerir vel að snúa og skorar. Frábærlega gert hjá Ásdísi Guðmundsdóttur. Góð sending frá Mörtu. Staðan 19-15 eftir 8,5 mínútur síðar hálfleik. F-fáingar stillu upp. Hildumærin setur í kerfi. Línumærin milli 1 og 2 hjá K.A. Þór. Kemur gamla flenskerfi, stöðuskipti ekki á miðjumann og skiptu. Út í horni, Sandra kemst inn í þennan, Ingibjörg eins og grípur hann. Og Sandra brýtur á henni síðan. Ingibjörg brosir í kampinn. Sandra er mjög föst fyrir. Fanny og Laufey. Fanny og Hildumærin. Hildur góða fintu að hann lendir hins vegar bara á vegg á Kötu sem fær 2 metra brottvísun fyrir bakgrindingum og þetta er önnur brottvísun Kötu í leiknum, verður að passa sig. K.A. Þór leikað í einum færri næstu 2 mínútur. Og hér kemur flott stimplun Ingibjörg í gegn og skorar á næstöngin á Sunnu. Sýnist brottvísun ekki að fara í gang á klukkunni. Já, Bjarki tekur eftir því. Stoppa leikinn, það eru það byrjum 25 sekundur búnar á brottvísunni. Brottvísunni er rétt hjá okkur eins og þið sjáuð á töflunni okkur. Pétur tæknir maður með allt á hreinu. Og þá setur Gussi á 200.000 naglbít og áhorfendur dilla sér. Gamla góða, það er reykistefna við Rittarabólið á velvi núna. Þannig að aldrei verið fleiri eftirlitsmenn.
Leikurinn er komin í gang á nýjan leik. Kara Rún Árnadóttir í leikur í hægri skiptu eins og er. Kata fekk brottvísun og Ásdís í horni, hún kemur með innleysingu hérna, já. Kemur leysingin. Ásdís snöggaði hún á línu á sinn stað. Marta, Hildumærin brýtur á henni, fríkast dæmt. Nú erum að gera taka sér tíma í þetta. Ásdís á Aldísi. Leysir aftur út. Gerir sér kláraði á, leysir það strax aftur inn. Stöðuskipting á Mört og Aldísi. Aldís driblar, horfir reyndar ekki á markið. Þetta er ekki líklegt að við fáum hendina niðri lengi í viðbót. Marta með skot. Dæmt síðan brotlega í frákastinu og F-fangar eiga boltann, geta minnkaði 2 mörk. Staðan er 19-16. F-fangar stillu upp, einu fleiri. Valdi er ekki að nota taktikina að taka markmann út og fá jafn margir sóknuleikin. Hér kemur sending út í horni, Ingibjörg hætti við að fara inn. Kara fylgir hún út, Hildumærin og Laufey komin í viðtal hinum megin en frábær færsla á KS-orðvörðinni. Hendi komin upp, Hildumærin í skot sem sunnaver. Frábær markværsla. Þröng við F-fanga í erfitt skot, einum fleiri, hendi á komin upp. Nú styttist í, já nú erum við bara hreinlega brottvísun hlýtur að vera búinn eða að verða búinn núna. Kata er komin inn á, jafn margar inn á. 6-6. Marta leysir inn Kara úr hægra horninu. Aldís gefur hún á Mörtu, Marta með mikið plás, leitar á skoti, finnur Aldís hinum megin. Marta út í hótt á Steinu, Steinu gegn og Steinu skora á næstöngina. Vel gert hjá Steinunni gegn sínu gamla félagi, uppalega fimmleikafélagi nú, Steinu Guðjónsdóttir, systir Halldórs Guðjónssonar. F-fangar stillu upp. Staðan 19-16, 20-16, 3 marka munur. 4 marka munur. Fyrir þá sem eru glöggir í stærðfræði eins og Stefán Guðnason vinur minn, hann hefði aldrei klikkað á þessu. Laufey Lára og Hildumærin á og fannlega upp, þetta verði beint í andlit til Aldísi. En F-fangarna á frákastinu, Ingibjörg og sunnan stórbrotna markvörslu. En Ingibjörg lendir á henni og snýr sig illa síðan mér. Eða snýr sig vonandi ekki illa. Ef að völlurinn er opnaði fyrir Róland og Silju þá þarf hann að fara út í 3 svona hvíld, en að Ingibjörg stendur upp sjálf. Heldur áfram, já, gott að sjá að þetta er hún ekki illa meidd. Frábær markvart þegar Sunnu Guðrúnu Pétursdóttir í markinu. Sú er búin að verja vel í dag. 20-16 staðan, 12 mínútur, 13 mínútur búin að síðar á leik. Ardís. Laufey. Hildumærin missir hann út af. Við komum í seinnibilgjuna, eða svona frekar hægar seinnibilgju með 2 línumenn. Marta í árás, Aldís og Mörtu, Marta. Tanja kemst inn í þennan í vörðin FH. Og þá leysir Kara væntanlega út og við sittum upp í hefðbundarsókn. Já, Marta og Aldís, Kata, Marta, nei Aldís, Marta. Nú leysir Kara aftur inn, hægra hornið, fullt af plássi og skemmtilega unnið hana og 2 mínútna brott frá Hildumærinni fyrir að ríghalda í Ásdísi Guðmundsdóttir hana. Ásdís komst hvorki lönd né strönd. Hildumærin rölti hér út af sín rengisvipiði. Marta og Aldís, nú leika K.A. Þór einu fleiri næstar vinnar. Marta, Aldís Ásta og Kata, nú þurfa að fá eitthvað í gangstelpur. Aldís leysir inn og sendir út í hótt, þetta gerst Tanja, skemmtileg inni, hún lítur að stíga út af það eitthvað. Nei, ekki dæmt og fríkast dæmt sér á Steini, hann fóru K.A. Þór stelpur illa með ágæti stöðu. F-fangar stillu upp,
Þær taka markmann heldur ekki út á þannig að það spila 5-6. Leysir inn, hægra hornið og Birna upp, reynir að finna línumanninn, finnur hann að Katakestin í sendinguna, Sunnagurum með langa bolta fram á Kurru, en Laufey ösku fljót tilbaka og stelur þessum. Annar bolti sem Laufey stelur og laugsending fram Ingibjörg í gegn og skorar. (20-17). Þessi kafli að fara vel fyrir F-fæðingum, það eru einu færri að vinna þennan kafli 1-0. Klaufalegt hjá Káður, ekki meira sagt. Ásdís, Kata kemur í árás, endur hann á Mörtu, margt út í hornið á Steinunni. Við erum ennþá einu fleiri, Kata með skot, en frábærlega gert hjá Katrínu Vilhjálmsdóttur. Laumar hann hana í bláa hornið. F-fæðingar leggja staði sína sókn. Hún er hæg, hún byrjar rólega, enda er það sem að bíða bara eftir að maður kom inn á. Leysir Tanja inn úr hægra horninu, Birna út í hornið á Ingibjörgu. Ingibjörg, Birna hættir að fara upp, fær Mörtu í fangi í staðinn, eða fyrir fangi á Mörtu og fríkast dæmt. Og þá eru F-fæðingar orðnar jafn margar. Tanja leysir út. Laufey og Fanney komin í hægri skiptuna. Hildumarinn ennþá á bekknum. Fanney, Birna sækir á, Marta brýtur henni. Nú hlýtur hendin hreinlega að fara að koma upp með að hvernig þetta hefur verið fyrir leiknum. Hendin er komin, sjáks mig. Ég geti dæmdir að leik ásætti að lýsa honum. Og hér er Ruðningur dæmdur frábærlega fiskaði Ásdísi. Þráttur að vera aðeins 19 ára gömul leikur hún oft eins og sé búin að spila 20 ára í deildinni. Sýnda sér mikla vinstu þarna, Marta hjá rás. Aldís í gegn og fær væntanlega víti og 2. Tveggja mínútna brottvísun á Fanney. Heldur þetta að vera Laufey sem braut en Svavar og Bjarki ákvæði eitthvað Fanney út af. Frábærlega vel gert hjá stelpunum að sækja þetta vítakast. Marta vill fá að skipta bolta eða þurrka boltan eða eitthvað svoleiðis. Þá er það Marta gegn Söru. Marta búin að skora 3 vítum og Sara búin að verja 1. Hvað gerir Marta núna? Hvar að sé á fónunum? Marta og Sara ver aftur. Ég held að Marta sé búin að taka öll 5 vítin sín í þetta horn og nú las Sara þetta. Hefði verið gott á markana en F-fæðingar einu færi næst 2 mínútur. Staðan er 21-17, K.A. Þórivíl. Þá er það Hildumarinn og með skot í stöng og Sunna nær þessum. Kata hratt upp, hratt á þetta með skot sem Sara ver. Kara í frákastinu og skorar. 22-17, Kara Rún Árnadóttir. Ára Hildur og út í hornið á Ingibjörgu en Kata er nær að brjóta en báðum. Hún var að passa og hún er á 2-2, búin að fá 2-2 í leiknum. Laufey, Birna, Hildur og Laufey aftur. Liðin mæta síðan aftur á sunnudaginn í Kaplakrika. Hvetjum alla þá sem búa á höfuðborgarsvæðinu að kíkja á þann leik, mjög mikilvægur. Og Sunna með frábæra markvarslu. Lína hins vegar dæmd á Köru í frákastinu úr stað á línunni en vel varið á Sunnu. F-fæðingar stillir upp í sókn á nýjan leik.
Og hér kemur Fanney inn á. Og Hildur. Laufey. Og þetta er smá vandræðagangur hana. Og Ingibjörg inn úr þröngu færi og skora glæsilegt mark. Liðin voru jafn mörgun á vellinu. Jafn margir í liðunum. Þakkaði fyrir þessi ábyrtingu Pétur. Marta, hér kemur Leysi Kara inn. Marta horfur á línu, ákveður sendi ekki og fær dæmt lína á leysinguna. Þetta er í 3. eða 4. skipt sem við fáum þennan dóm dæmdan águr í leiknum. Spurning hvort að við þurfum að fara að passa okkur betur þegar við leysum inn eða hvert línumennir stíga. 10 mínútur eftir. Fanney og Hildur. Þarna er dæmt skref síðans mér. Aldís með langa sendingu fram á Mörtu. Marta nýtir flugbrautina fyrir upp. En Vörður tekur þennan. Og Hildumarinn hirði frákastið. Og ætlar að dripplu upp. Það eru 3-3. Ardís. Aldrei kann það góður lukka að stýra að setja línumann. Fyrir nefnstæðin hlæðaplöp og ætlar að dripplu boltanum. Þannig að hún sendi allar eða aftur á Birnu sem var að skipta. Og Birna setur hann í leik aftur og skiptir sér nú þar. Laufey í hægri skiptunni. Hildumarinn á miðunni og Fanney í vinstri skiptunni. Kemur Ardís út af línunni. Fanney og Laufey. Fanney aftur. Og Hildumarinn í gegn og fær markið bara. En hún hefði ekki vítið og hún ekki skorað þessu. Það er alveg klárt. Og Káþór koma hratt upp. Aldís, Marta. Aldís aftur. Ætlar að fyrir skothætti við og Kata með endanum sér unnið. 22-19. Káþór virðist ekki alveg ná að hrista FH af sér. Það er svona alltaf við það að hrista af sér í ykkur 4 mörkum. En FH-ingar ólgsegar stelpunar og hleypaðum ekki lengra fram úr. Halda í við þetta og halda spenni í leiknum. 9 mínútur eftir. Kemur óvart að ég veit ekki alveg gomm af leiklið með eftir. Bæði liðið 2 leiklið eftir. Ardís út á línunni, Fanney, Laufey. Laufey á Fanneyju, Fanney yfir á Hildi. Hætti við að sendi í hægra hornið. Og skemmtileg no-look sending frá Hildi og Ingibjörgu sem gæti hins vegar ekki nýtt sér plásið. Og Fanney missir hana, pínu vandræðagangur. Og Káþór virði hennan, langur bolti hann og Kötu en tvígrip dæmt á Ásdísi. Nú þekki ég ekki reglulega þar að ég haf sagt á hann að ég geti bæði dæmt og lýst leiknum. En einhvers staðar stóð nú í reglubókin einu sinni að fyrir misgrif skal ekki refsa. En Ásdís. Já, það er fyrsta leiklið af þeim mörgum sem ég spáði. Rólandi Ratsett tekur það. Þannig að FH taka leiklið með tæpar 8 mínútur eftir. Fáum að sjá tölfræðina hérna. Nei, fáum að sjá þetta aftur. Fyrirgefðu. Nei. Það er ekki komið mark að Káþór í 4,5 mínútu. Það er ansi mikið. Það er mikið líku við. Gussin hendir á tröstu vinur. Lífskunstinn Gussi Bygg. Og meðlumur Hamrabandsins, besta hljómsveit Íslandssögunnar. Það styttist ég að fáum að sjá þá á græna hattinum. En FH-ingarnar eru konur á staði nýja leikstjórnuna. Ætti að styttast í, nei, ætti sennilega ekki að stytta í hendina. Nýbúið að dæma tvígrip hjá Ásdísi. Laufey gegn.
Hún skall þarna ansi harkalega Ásdísi sem fær 2 mínútur fyrir vikið. Ég hef bara, þetta ótrúlega niðurstaða hjá Svavar Ólafi Péturssoni. Við fáum þetta endur sem hérna. Ásdís hreinlega bara grafkyrr og fyrir utan skellur hún ansi harkalega í gólfið. Það Fanney á línunni. Og Sunnaver! Og Sunnaver aftur! Þvílík markvarsla! Réttlætið hefur verið fullnægt. Karma. En þvílík markvarsla. Rolandi Ratsim með klappaði næstu í fyrir henni, þetta var svo flott. En K.A. Þór fyrir sókn. Aldís, Marta. Aldís. Og fyrir kast, K.A. Þór einu færri, 3 marka munur. 7 mínútur tæpar eftir að leiknum. Aldís á Mörtu. Kari búinn að leysa inn. Kari reynir að finna sér pláss á línunni, hendi komin upp. Gefa enga miskur hana, Marta í gegn. Fæ frí kast og séu 2 í teig, enda svo sem aldrei í skotfæri. Hendir ennþá uppi. Það að sækja á, Marta gerir það. Fær hana frí kast, nú þarf sennilega bara að koma á skot. Aldís stillir upp fyrir Mörtu. Já, við fáum 3 metri í burtu. Það fara 3 metri í burtu, Marta fyrir upp með skot á gólfinu í varnarmúrinn. Fanney varði þetta. En sú markvarslan hjá Sunnu áðan. 3 marka munur, 30 sekúndur eftir refsitímanum. Og FH í sókn. Þetta verður spenna fram á síðustu mínútu. Ekki fyrir hjartleika. Hildumarín á Laufeyju. Laufey út í horni, en sendingin hans á há. Hætti það fyrir inn, Laufey yfir á Hildi sem fær flugbraut. Og Sunnaver! Í hvaða ham Sunna? Hún búin að loka markinu. Inga sem FH einhver eiga. Fanney á miðinni, Laufey. Fanney. Hildur. Ardís dauðafrí og skorar. Dauðafrí inn á línu þannig. Og þá stilla K.A. Þór upp í sókn. Orðnar 6 gegn 6. Marta á miðinu núna, Aldís vinstra megin, Ásdís kemur út. Og Aldísi sækir á, Aldís í gegn. Og þetta mark! Frábærlega gert hjá Aldísi Ástu Heimisdóttur. Minnir ótæpilega á hörkunni Hörpu Melsteð í gamla daga. Ekki það leiðum að líkjast. 23-20. 5 mínútur tæpa til leiksloka. Fanney, Hildur og Laufey fyrir utan sig fyrir hjá FH. Ardísin á línu, býst við að koma út af línunni í kerfi. Kæró í gang. Hildur á Ardísi. Fanney, Laufey, sækir á, hætti við að fyrir gegn. Finnur Hildi hérna hægra megin. Hildur sækir á líka, brotið að henni, ekki dæmt. Áfram með leikinn, Laufey, Fanney upp með skoti, Sunnaver! En ekki hvað! Mikil að sókn núna, 4 marka munur ansi mikið, þeir eru 4,5 eftir. Aldís á Mörtu, og við stillum upp í rólega sókn, Marta á miðunni, Aldís vinstra megin. Aldís Ásta, fær hann hérna. Kata, sækir á með skot sem framhjá, tölvöld framhjá. Klaufalegt. Og þá tekur Rolandi Ratsi hitt leikliðið sitt. Hann búinn með bæði þá, Valdi fær sannlega bara að taka 1 því það minni 5 mínútur eftir á leiknum. Og við fáum örstuð leiklið. Þetta verður spenna fram á síðustu mínútu. 4,5 eftir, 3 marka munur og FH með boltan. Og Gussi spila greifana, ekki fiskir í dag. Ég er ennþá að átta mig á því að hann, þessari markvarslu á Sunnu, hún var ótrúleg. No nonsense á dómarunum.
Engin lengri leikli. Bjarki Bóasson tilbúinn að flauta leikina á nýjan leik. 4,5 mínútur til leikslokka. Gríðarlega þýðingarmikill leikur. K.A. getur farið með 1, K.A. Þór getur farið með 1-0 fórustu í Kaplakrika á sunnudaginn. Og þetta er einvíð på það hvort liður undan að vinna 2. Og ég minni á, hér er leikið til þrautar. Það er Hildur Marín og Fanney og Laufey í gegn. Og skorar. Beint aðeins að netakerfi. Mikilvæg vörð framöndan í F-fæðingum. K.A. Þór með hefðbundna uppstillingu. Marta á miðinni, Kata á Aldís skiptunum, Steinun og Kara í hornunum og Ásdísin á línu. Og hér er Aldís Ásta, vinstra megin. Marta sækir Steinunni. Steinun fær Laufey á sig, næri ekki að ógna skotinu sinni. Kata, Aldís. Nú þurfa stelpunar sína stáltaugar. Hendi komin upp, ekkert að gerast. Kemur sama kerfið aftur, nú kemur Steinun honum yfir. Nú er að koma skot. Línusending, fríkasta end. Það eru sennilega búið með, já það eru búið 4 sendingar segir Svavar. 4 sendingar konar. Þannig að þetta stillir fyrir Aldís Ástu. Aldís Ásta fyrir upp. Og skorar! Frábært mark! Aldís Ásta Heimisdóttir með neglu! Og F-fæðingar stilla upp, 3 mörkum undir. 24-21. Laufey Lára. Og Hildur Marín, Fanney Þóra. Hildur Marín í árás, Marta stoppar hana. Fríkast. Fanney og Laufey, hver sekúnda skiptir máli fyrir F-a. Þeir eru að flýta sér, tími vinnur með okkur. K.A. Þór. Hildur, Fanney upp. Út í hornið, já. Og hún skorar. Þetta var Diljá Sigurðardóttir. Nýtti sitt tækifæri vel hana. 2 marka munur, 24-22. 2 mínútur eftir. Marta á Steinunni, Steinun upp! En Sara las þetta, Kara tökur frákastið. Og Fanney stoppar þetta, Kara óuppur að komast í gegn hana. Vel var hjá Söru í marki F.A. Nýsókn, þetta þýðir nýsókn. Nógu tími, Kara leysir inn. Marta á Aldísi, Aldísi á rás. Og fær dæmda sér skref. Við litla hrifningu K.A. Þórs Bergsins. Og F-fæðingar geysir svo, geta minkað í 1 mark. 28 mínútur og 30 sekúndur búin á leiknum. Fyrir seinni hálfleik. Fanney, skref, ekkert dæmt. Og væntanlega gullspjald á bekkinn. Heimir Örn Árnason fær spjaldið. Eða Valdi eða hver sem er bekkuð fær spjaldið. Enda hoppaði Fanney upp og lendi. Og það er skref samkvæmt mínu kokkabókum. En áhorfendur taka við sér. Hvetja sína stelpur áfram. 1,5 mínúta, 1 mínúta og 20 sekúndur eftir. Fanney og Laufey. Ný sókn í F.A. þegar spjaldi 0 sóknina. Þannig að hendin er ekkert að leiðin upp. Hildur Marín neitar að taka hendina á Mörtu. Það byrðir afsökunar. Hildur í árás á Kötu eitthvað. Kemur á Mörtu aftur, Marta brýtur aftur. Fanney og Ásdís brýtur. 1 mínúta eftir og Valdi á leikliðinni, 2 marka munur. Þetta er gríðarlega þýðingarmikil vörn. Hendin er komin upp. Hildur Marín fer upp með skotið Sveinlaugur. Frábær markvarsla. Nú þurfum við að taka okkur tíma. Nú þurfa stelpunar að finna sér tíma. Valdi með leikliðspjaldið hleypur á borðinu og setur það á borðið. Leiklið 40 sekúndur eftir, 2 marka munur. Frábær markvarsla á Sunnu og frábær vörn hjá stelpunni. Þessi röngu F.A. í mjög erfitt skot. Valdi ætlar að setja eitthvað gott upp núna. Væntanlega tímafrekt kerfi á meðan Róland hefur væntanlega skipað sínum stelpum að fara eitthvað framar í vörninni. Hvort það klippi 2 út eða hvort það komi maður á maðan, það verður að koma í ljós.
Mér sýnist þér alltaf að koma allar framalega. Já, það bakkar enginn á línu FH. Þetta klaufalegt kannski FH, það er þá 30 sekúndur eftir leikliðinu og Káa Þór sér nákvæmlega hvað er að gera. Kannski ég er ekki sérfræðingur, kannski vissu það á tíman, ég veit það ekki. En við erum með hefðbundna uppstillingu. Fjörutíu sekúndur eftir. Kata. Ásdís. Á kött aftur. Hildumarinn í henni. Kata. Fær dæmt á sig skref. Frekar klaufalegt. Hildumarinn með boltan á Ingibjörgu. Marta fær ruðning á sig. Eða hvað? Bjarki og Svafa sér eitthvað að skoða þetta betur. En ég veit ekki hvort þau endursýningu á þessu. Ef það er dæma að vera vítt og rautt. Bara vítakast og rautt spjald. Hér er endursýningin. Marta svo sem ekki kjur. 2 metra brottstöð. Hildumarinn fyrir tuð. Og fríkast. Ekki bjóst við þessu. Fríkast á Mörtu. Hildumarinn fær 2 metra brottstöð fyrir tuð. Þannig að þær eru margar inn á. Það fekk Marta 2 mínútur. Marta fekk 2 mínútur. Ég veit ekki hvað er í gangi um það. Þetta var allar að snögga sók. Hér kemur hún. 25 sekúndur eftir. Birna inn á línu Arndísi. Og Sunna Guðrún Pétursdóttir ver. Þvílík markvarsla. Og Ásdís Guðmundsdóttir í gegn hinum megin fær vítakast. Og 2 metra brottstöð frá Laufey Láru Höskuldsdóttir. Og þá er sigurinn í höfn. Þvílíkt og annað eins. Sunna Guðrún Pétursdóttir. Hún er maður leiksins. Maður seinni hálfleiksins. Frábær lokakaflunum. Steinunn Guðjónsdóttir er á punktinn. Hildumarinn hvíslar ykkur að henni, ég veit ekki hvað en notar ykkur gömul bellibróð hana. Steinunn og Sara Ver, þriðja vítakast sem hún verið í leiknum. Og hér með rennur leiktíminn út. Sigurinn er norðan sigur og við förum með 1-0 fórust í einvígi gegn FH í Kaplakrika á sunnudaginn. Sjáumst vonandi sem flest þar. Við hjá KA TV Sigurjóli Pétur Baldur þökkum kærlega fyrir áorðið í dag. Óskum stelpunum til hamingju með sigurinn. Sjáumst í Krikanum á sunnudaginn. Áfram KA Þór!